Hugurinn skiptir mestu máli. Fyrirbærafræðileg rannsókn á mikilvægu hugrænna þátta í íþróttum eftir Ingvar Jón Ingvarsson. Þetta frá 2013. Nú ætla ég að lesa upp kaflann sjálfstraust. Blaðsíða 10. Sjálfstraust. Niðurstöður rannsókna benda til þess að sjálfstraust sé sá þáttur sem sker mjög oft úr hvort íþróttamenn nái langt í sinni íþrótt eða ekki. Gold, Greenleaf, Lauer og Chong komust að því að sjálfstraust var á meðal mikilvægustu þáttar sem höfðu áhrif á frammistöðu íþróttamanna á Ólympíuleikunum í Nagano árið 1998. Íþróttasálfræðingar skilgreina sjálfstraust sem trúna á að geta framkvæmt æskilega hegðun á árangursríkan hátt. Þessi hegðun gæti verið að sparka fótbolta, jafna sig á hnémeiðslum eða að skora 3 stiga körfu. Sá þáttur sem sameiginlegur í þessu öllu trúin á að þú getir leyst verkið að hendi. Rannsóknir hafa sýnt að sjálfstraust getur hjálpað einstaklingum að vekja með sér jákvæðar tilfinningar, að setja sér markmið, að auðvelda einbeitingu, að leggja harðar að sér og bæta frammistöðu. Rannsakendur sem skoða sjálfstraust gera greinarmun á eðlislegu sjálfstrausti sem dæmigert sjálfstraust og getur verið mjög stöðugt og aðstæðubundið sjálfstraust og aðstæðubundnu sjálfstrausti sem getur verið breytilegt eftir því hvað að gerast í lífi viðkomandi og því óstöðugt. Jákvæðar hugsanir mjög mikilvægar. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu, segir að skipta eigi út neikvæðum hugsunum eins og ég búinn að klúðra 3 færum í röð, yfir í flott, nú ég búinn að sanna fyrir öllum að ég get búið mér til færi á móti þessu liði og næst skora ég. Sagan af hlauparanum Roger Bannister nokkuð merkileg. Fyrir árið 1954 var talið ómögulegt að hlaupa mílu á undir 4 mínútum. Margir hlauparar voru nokkuð nálægt því, en bestu tímarnir í þá daga voru rétt rúmar 4 mínútur. Einn maður, Roger Bannister, trúði því þó að hann gæti rofið 4 mínútna múrinn og honum tókst það. Árangur Bannister var tilkomumikill, en það sem var áhugaverðast við það var að á næstu mánuðum þar á eftir hlupu tugir hlaupara á innan við 4 mínútum. Varla gat ástæðan verið sú að allt í einu hlupu allir hraðar eða fóru að æfa meiri kappi. Það sem gerðist var að Bannister hafði rutt hindrunum úr vegi og nú hafði hlauparar loks trú á þetta væri hægt. Ein stærsta ástæðan fyrir þessu að þegar maður býst við að eitthvað fari úrskeiðis, skapar maður það sem kallast virkspá. Það þýðir að þegar maður býst við að eitthvað gerist, þá ýtir maður undir að það verði að veruleika. Þrátt fyrir að sjálfstraust sé mjög mikilvægt í sambandi við frammistöðu, þá nægir það ekki eitt og sér. Ákjósanlegt sjálfstraust merkir að maður sé svo viss að einhæfni til að ná markmiðum sínum að maður muni leggja mikið á sig til að ná þeim markmiðum. Hátt sjálfstraust tryggir ekki að maður muni standa sig vel að ná markmiðum sínum, en það mikilvægt til þess að maður nái að nýta hæfileika sína til fulls. Hátt sjálfstraust hjálpar manni að takast á við hlutina þegar á móti blæs og hjálpar við að halda áfram í átt að settu markmiði. Lágt sjálfstraust getur verið slæmt. Sjálfsefi grefur undir frammistöðu og getur framkallað kvíða, einbeitingarleysi og óákveðni. Einstaklingur með lágt sjálfstraust einbeitir sér á göllum sínum frekar en styrkleikum og getur komið í veg fyrir að þeir einbeiti sér að fullu að verkefninu. Hins vegar getur sjálfsefi í nokkrum tilvikum verið til góðs. Ástæðan fyrir því sú að það getur hjálpað til við að viðhalda árverkni og koma í veg fyrir sjálfsumgleði eða hroka. Niðurstöður nýlegrar rannsóknar Woodman, Akhurst, Hardy og Beatty frá 2010 studdi þetta, en hún sýndi að sjálfsefi getur hjálpað til við að bæta frammistöðu. Þýski ökuþórinn Michael Schumacher, sem 7-faldur heimsmeistari í Formúlu 1 og einn besti ökuþór allra tíma, hefur viðurkennt að þjást af sjálfsefa. Hann telur það þó vera af hinu góða.
Sjálfsefi er alltaf mikilvægur. Ég er alltaf að efast sjálfa mig, það er alltaf raunin. Þú þarft stöðugt að efast sjálfa þig í þeim tilgangi að þróast og vera fær að læra. Það er sama alls staðar í lífinu og í okkar heimi sérstaklega. Sjálfsefi, þjakaði Schumacher. Þó að lágt sjálfstraust getur verið vandamál, getur of hátt sjálfstraust einnig verið tvíeggja. Oftrú er í raun falskt öryggi sem þýðir að sjálfstraust þeirra sem að því þjást eru stærri og meiri en hæfileikar þeirra gefa tilefni til. Frammistaða fólks getur versnað því það heldur að það þurfi ekki að undirbúa sig til að vinna verkið. Það eina sem þurfi til er að mæta til að sigra. Þetta er mjög þekkt í íþróttaheiminum og gjarnan talað að hafa vanmetið andstæðinginn þegar mun sigurstranglegra lið býður ósigri. Álit á eigin færni er sjálfstraust gagnvart tilteknu verkefni. Þetta er kenning sem kanadíski sálfræðingurinn Albert Bandura setti fram og skýrir tengsl væntinga og viðleitni við verkefni eða önnur viðfangsefni. Kenningin byggir á því að trú okkar á eigin færni til að leysa tiltekin verkefni ákvarðar hvort og hve lengi við tökumst á við verkefnið. Fjöldi rannsókna gefur til kynna að fylgni á milli þess að hafa mikla trú á eigin færni og góðri frammistöðu.